Við erum stödd á Geitasandi og hér fólk að safna saman ertuyglu, en hvers vegna í heiminum erum við að safna þessu kvikindi saman? Þetta hluta verkefni þar sem verið að skoða áhrif ertuyglunar á lúpínu. Það verið mikli faraldrar af ertuyglu á lúpínu bara núna síðan upp úr 1990 og það eiginlega tvær spurningar. Hvað áhrif hefur ertuiglun á lúpínuna? Verður hún til þess að lúpínan fer að hörfa? Það er aðalspurningin. Og hinn spurningin hvers vegna fór þetta allt í einu af stað? Hvers vegna byrjuðu þessi faraldrar allt í einu á þessum tíma? Fyrir þann tíma, fyrir 1990, það engir þekktir faraldrar af ertuiglu. En síðan fyrsti faraldurinn þekkti 91, svo frá 93 má heita að verið stóri faraldrar hver einast ári, mjög stóri, það ná yfir 1000 hektara. Þannig að það að höggva skörð í lúpínuna? Það gera það. Það að lúpínan maður sér á haustin þar sem faraldur, það nánast lúpínan algjörlega étin. Það allt lauf horfið. Og má ætla að þetta kvikindi hafi flutt til landsins upp úr 90? Nei, hún mjög gömul, búin að vera hérna mjög lengi. Þannig innland tegund að fara á innflutta tegund sem óvenjulegt. Það að eins og við skoðum skógatrén sem fluttið til landsins, sitkagrenni, alaskaösp, innlendu skordýrategundirnar éta þær ekki, það eru innflutta tegundir. Þetta aldrei sérstakt. Og hvað ætlið þið svo að gera við þær iglur sem við safnið saman hérna? Það til þess að reyna að svara henni spurningunum. Hvað gerist 1990? Okkur grunar að það sé vegna þess að það hlýnaði á þessum tíma, en við vitum það ekki. Og við erum í raun og veru að skoða lífsferilinn með jöfnum millibili við sumarið. Þá getur maður séð hvernig þyngist lirfan, hvernig tengist það veðurfarinu sem núna. Við gerum þetta á fleiri en einu stað á landinu. Við erum búin að gera þetta núna þriðja sumarið í röð og þá getum við nota þau gögn til þess að sjá hvað þarf sumarið að vera hlýtt til þess að hún klári sig alveg haustin. Því að ef lirfurnar klára sig ekki haustinu, þá annarkvort að þær einfaldlega drepast áður en veturinn byrjar, eða að þær púpa sig en þá púpa hann lítil og hún minni lífslíkur yfir veturinn. Og það þetta sem nú skoða. Getur verið að sumrin áður fyrir að verða köld að þessi tegund hafa átt erfitt með að klára sig hér. Hvenær má reikna við að niðurstöður fáist? Þetta hluti af doktorsverkefni, þetta doktorsverkefni Brynju Hrafnkelsdóttur við Landbúnaðarháskóla Íslands og hún ætlar að verja sína doktorsritgerð á næsta ári og þetta svona það síðasta, hún að safna núna á öðrum stað á landinu og svo bara setur hún og skrifar og niðurstöður kom næsta ári. Takk fyrir.